Þátturinn unnin í samstarfi við félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum og samtök tónlistarskóla. Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Nótan hefur verið haldin með pompi og prakt frá árinu 2010 eða frá því til uppskeruhátíðar tónlistarskólanna var efnt fyrst. Árið 2020 stóð til að halda upp á 10 ára afmælið en nótan varð eins og svo mörg stórafmælisbörn þess örlagaríka árs að bíða með það og nú höldum við upp á 10 ára afmælið í formi netnótunar. En það má segja með sanni að það sé viðeigandi að bregða upp spegli á starf tónlistarskólanna með þessum hætti þegar við höfum öll þurft að tileinka okkur rafrænar aðferðir í breyttum heimi. En það til siðs í öllum betri afmælum að halda ræður til heiðurs afmælisbarninu og á því verður engin undantekning hér. Það mér því sannur heiður og ánægja að gefa forseta Íslands, Guðna T.H. Jóhannessyni, orðið. Góðir áheyrendur, ég færi ykkur öllum hlýjar kveðjur. Uppskeruhátíð tónlistarskólanna með öðru sniði núna en venjulega, því veldur farsóttin. Auðvitað hefði verið skemmtilegra að koma saman í Hörpu og Hofi okkar glæsilegu menningarhúsum. En við leitum lausna og það hafa tónlistarkennarar svo sannarlega gert síðustu misseri. Ég færi ykkur öllum innilegar þakkir fyrir allt ykkar góða starf við snúnar aðstæður. Og ég þakka nemendum líka fyrir allan ykkar dugnað og áhuga. Gangi ykkur áfram vel í tónlistarnáminu. Tónlist veitir gleði. Tónlistarnám á að veita gleði. Tónlistarnám sýnir okkur líka fram á samhengið milli þess að æfa sig og uppskera. Það allt í lagi að slá þilnótu, svo lengi lærir sem lifir. En við skulum bara fagna öllu því fallega sem tónlistin veitir okkur. Gleðilega hátíð, gleðilega nótu.
fyrir þetta, Guðni. Nótan auðvitað fyrst og fremst uppskeruhátíð fyrir hið framúrskarandi og frábæra starf sem unnið í tónlistarskólum landsins. Þáttakendur eru á öllum aldri, hvaðanæfa af á landinu og á mismunandi stigum tónlistarnámsins. En tónlistarskólar á Íslandi eru tæplega 90 talsins og telja 15.000 nemendur hvorki meira né minna. Og tónlistarskólarnir sendu inn myndbönd og við ætlum að fara í ferðalag Ísland í gegnum þessi myndbönd sem tónlistarskólarnir sendu inn. Það rétt að geta þess að hægt að skoða myndböndin í fullri lengd inn á ki.is, á Facebook síðu Nótunar, inn á n4.is og n4-safninu inn á sjónvarpi Símans. En við ætlum að hefja ferðalagið á Tröllaskaga. Það er tónlistarskólinn á Tröllaskaga sem ríður á vaðið. Þaðan ætlum við að færa okkur í tónlistarskóla Skagafjarðar og svo ætlum við í tónadans í Skagafirði. Gjörið svo vel. To give you up, I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Það komið sumarblómin, bros og mótasól. Sjáðu hvernig lifnar yfir öllum byggð og ból. Og ég finn að ástin sem ég til þín ber lifnar ung og sterk í hjartanu á mér. Ljósið sem nú lýsir augum þínum. Áður en við höldum áfram þessu frábæra tónlistar uppskeruferðalagi Ísland, þá ætlar menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir að fá að segja nokkur orð. Yfir til þín, Lilja. Góðu gestir, á undanförnum áratugum hefur byggst upp öflugt tónlistarstarf hér á landi og tónlistamenning okkar hefur ratað langt út fyrir landsteinana. Við finnum það hvert sem við komum og við getum verið stolt af okkar tónlistafólki.
En þessi velgengni íslenskra tónlistar og tónlistamanna hefur ekki sprottið úr engu. Við eigum tónlistaskólanum og fólki eins og ykkur velgengnina að þakka. Fólki sem hefur metnað, trú og ástríðu fyrir faginu sínu og sívaxandi möguleikum á menntun á þessu sviði og þjálfun á færni sem ber öflugu starfi tónlistaskólana fagurt vitni. Rannsóknir hafa sýnt að tónlistanám eflir félagsþroska, tilfinninga og sköpunargáfu. Þetta mikilvæga starf sem tónlistanám eflir sjálfsmynd, sjálfsþekkingu og eykur vellíðan barna og ungmenna. Það heilmikil áskorun fyrir tónlistakennara og stjórnendur að hafa fært tónlistakennsluna yfir í fjarkennslu síðastliðið vor. Tónlistanám byggir á sterku sambandi nemenda og kennara og því einkar aðdánavert hversu vel hefur tekist til við krefjandi aðstæður. Ég þakka ykkur fyrir sveigjanleikan og dugnaðinn. Tónlistin nefnilega næring sálarinnar, hvílir hugan og lyftir andanum. Tónlist meðvitað eða ómeðvitað hluti af manneskjunni. Tónlist hefur áhrif á alla og tungumál tónlistarinnar skiljanlegt öllum. Hver hlekkur, hver nóta og hver skóli hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Það vegna þessa nets tónlistaskóla allt land sem tónlistakerfið á Íslandi hefur vakið verðskuldaða eftirtekt langt út fyrir landsteinana. Við þökkum Lilju kærlega fyrir þetta. Við ætlum að halda ferðalaginu áfram og fikra okkur vestur til Hólmavíkur. Við ætlum að fá að heyra Anímónu söng hjá tónlistaskólanum þar. Því næst ætlum við að halda vestur til Ísafjarðar og heimsækja tónlistaskóla Ísafjarðar og svo tónlistaskóla Bolungarvíkur. Gjörið þið svo vel. Samdaginn anímónur anda, fuglar syngja, flæðir geisla glitum vanga,
Þá fikrum við okkur niður frá Vestfjörðum og niður á Vesturland. Þar fáum við höfðinglegar tónlistarmóttökur frá tónlistarskóla Stykkishólms, tónlistarskóla Snæfellsbæjar, tónlistarskóla Borgarfjarðar og frá tónlistarskólanum á Akranesi. Gjörið þið svo vel. Síðustu viðkomustaðir okkar á þessum áfanga ferðalagsins eru Tónlistarskóli Vestmannaeyja og tónlistardeild Listskóla Mosfellsbæjar. Gjörið þið svo vel! It's good.
Myndirðu halda að námið hjálpi þér í starfinu? Í starfi? Já, hiklaust í sunnudagaskólanum ef maður verður með hristur og eitthvað svoleiðis. Heldur þú færist mikið nær Guði við að spila á trommur? Ég veit það ekki. Hvers vegna ákvaðstu að fara í tónlistarskóla? Ég hef aldrei verið mikil íþróttamanneskja. Ég hef alltaf verið mikið meiri í listunum eins og mér er alltaf þótt leiklist skemmtileg og svona og það fannst mér eiginlega söngur bara fullkomið. Af því að þú veist, þá er ég bara að standa á sviði og syngja og svona og mér finnst það virka mjög vel fyrir mig. Þátturinn verður ekki mikið lengri í kvöld en við höldum ferðalaginu áfram næsta sunnudag. Hægt er að skoða myndböndin inn á ki.is og á Facebook síðu Nótunar en endilega sláist í för með okkur hérna aftur næsta sunnudag. Verið þið sæl. Þátturinn var unninn í samstarfi við Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum og Samtök tónlistarskóla.